Já, við reynum að hjálpa hérna við þetta, við bræðurnir. Þessi hérna var ekki tengdur. Nei. Og það var plast hérna yfir þessu hér, maður tekur það bara í burtu. Já. Stingur þessu hérna upp á. Jeps. Já. Svona. Svona, þá var það bara komið. Svo bara loka. Og skrúa sætið á. Skrúa sætið á. En með dekkin. Það er drif. Það er drif á hægra hjólinu aftan. Og það eina dekkið sem er öðruvísi, það er með svona skál hérna aftan á hérna. Já. Hinn eru bara svona venjuleg hér. Svona. Það er sem sagt ef bíllinn snýr fram, þá er það hægra afturhjólið. Já. Og svo er þessi stöng, það þarf að setja hana líka í gegn. Já. Stöngin sem fylgdi laus með. Og skinnurnar er réttan stað, svo það renni ekki til. Já. Og það er ein skinna við hvert hjól hérna. Já. Og ekkert svoleiðis hérna framan, það er bara hérna, jú, innan við hjóli. Innan við hjóli er skinna. Og annað utan við, svo bara hjólkoppan á, smetla bara á. Þannig að skinna hérna megin og svo skinna og splitti hinum megin. Já. Fyrir sína það. Já. Og splittin alltaf tekur af. Það kemur svona. Áður en að, sem sagt, splittið er á þegar þú opnar kassan og maður þarf að taka það af og svo setur maður hjólinn á. Já. Og splittið kemur síðan utan við skinnuna. Skinnan kemur fyrst, svo splittaru, svo setur þú hjólkoppin á. Já. Varðandi hleðsluna, það verður þannig, bíllinn virkar ekki ef þú ert með hann í hleðslu. Þannig að þegar þú, og hérna er hleðslu. Hérna er hleðslutakið í samband. Og það þarf að hlaða hann í svona 6 klukkutíma. Fyrst, það er mjög mikilvægt að hlaða hann fyrst þegar áður byrja að nota hann í 5-6 klukkutíma. Já, og leyfa hann að hlaðast áður en að, svo þegar þú ætlar að fara að nota þá þarf þetta að taka hleðslutaki alveg úr sambandi og þá á hann að rjúka af stað. Stýrið, það var nú ekkert. Já, það var ekkert vesen sko, það er bara, stýrið er smelt upp á, það er bolti sem kemur hérna ekki gegn. Hann fylgdi með hann. Já, hann er í þegar að opni kassan, takið hann bara úr, smelli stýrinu upp á, setur boltan í gegn, nota skrúját hérna megin, þá var festa bara. Já. Og þá er þetta einhvern veginn svona, ef við prófa, skulum við setja þetta hérna, og lykillinn sem fylgdi með hann fyrir náttúrulega bara í gang, þá koma svona skemmtileg ljós. Nú, ef þú vilt fá músík, þá er það takkinn hérna og hækkar og lækkar hérna, og hérna, svo er bara að gefa honum inn, setja bara sætið á. Við höfum það laust núna, svo þá bara skrúa það fast og spoilerinn hann bara smellist á og speglarnir líka, þannig að þá virkar þetta svona. Þetta er bara svona. Og hérna er takkið hérna, þetta er bara gírar, hérna er þetta að fara áfram, hérna er þetta að fara aftur á bak, hérna er það bara stopp. Þannig að nú bara slökkt á hann, komur það skemmtilegt ljósasjó og svo er alls konar í gangi hérna. Sjá. Og það er bara að drífa á einu hjólinu, þannig að maður setur hann að staða hann bara svona. Já. Og það er með dekki sem er kústa sem fyrir það. Hægra megin. Þannig að það er bara, þetta er svakalega skemmtilegt. Svona er þetta nú einfalt, krakka mínir. Muna bara hleðsla fyrir hér, hérna er síðan bara rammaskjúfin, en muna að hlaða nógu lengi. Svo er hérna er ítið á þennan, þá á músíkin að fara og hérna er hækk og lækka. Þannig að það kemur svona músík þegar þú ferð af stað, ef þú vilt, getur valið um það. Mjög skemmtileg kínversk músík. Þannig að hérna er svissinn. Þið fengu örugglega 2 lykla með, passa vel upp á þá. Eitthvað fleiri spurningar, bara að spyrja. Sko, mjög skemmtilegt.